Seðlabankastjóri óttast að verðbólga haldi áfram að aukast á komandi mánuðum og kjarasamningar kyndi bálið enn frekar. Stýrivextir voru hækkaðir 1 prósentustig í morgun. Evrópusambandið vill banna innflutning á olíu frá Rússlandi í lok þessa árs. Eitt ríkja sambandsins hefur þegar lýst sig andsnúið því. Úkraínumenn segja ríki með þá afstöðu samsika Rússum í stríðsrekstri. Bandarískur áhrifavaldur sem kynnir Ísland og með 20.000 fylgjenda vonast til að fá atvinnuleyfi þótt henni hafi verið vísað úr landi. Hún á það óskheitast að búa áfram á Íslandi. Ef þungunarrof í Bandaríkjunum verður nánast bannað er það líklegast til að koma verst niður á fátækari konum. Þingkona demókrata sakar repúblikana samsæri. Hafrastykki og jafnvel hlaupabangsar eru nauðsynlegt nesti í góðan hjólatúr, segir atvinnumaður í hjólreiðum. Átakið Hjólað í vinnuna var hjólað í gangi í Laugardalnum í dag. Komið þið sæl. Seðlabankastjóri gerir ráð fyrir að vextir hækki enn frekar á komandi mánuðum og óttast að kjarasamningar kyndi verðbólgu bálið enn frekar. Verðbólga hefur ekki verið meiri í 12 ár. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 1%. 1%. Þetta kann að hljóma nokkuð smávægilega en vextir bankans mælast nú 3,75% og megin ástæða þess vaxandi verðbólga sem mælist nú 7,2% en búist við að hún muni hækka upp í ríflega 8% á komandi mánuðum. Verðbólguhorfur versnaði verulega. Verðbólga núna eitthvað í kringum 7% og við erum óttast hún muni hækka vegna þess að þarna innfluttar vöruhækkanir hafi ekki alveg komið fram. Þannig við verðum eiginlega að bregðast við. Þetta síðan miklu leyti tilkomið vegna stríðsins í Úkraínu sem og hækkunar húsnæðisverðs og annarra innlendra kostnaðarliða, auk þess sem alþjóðlegt olíu- og hrávöruverð hafi hækkað mikið. Seðlabankastjóri kallar þar af leiðandi eftir samstilltu átaki í atvinnulífi, á vinnumarkaði og í ríkisfjármálum með sérstöku tilliti til komandi kjarasamninga. Það er líka ómögulegt fyrir vinnumarkaðinn að semja í mikilli verðbólgu. Það er ákveðin hætta á því að kjarasamningarnir bara efli verðbólgubálið ef það aðeins hugsað að fá nafnbæsta hækkanir en ekki raunverulega kaup. Og eðli málsins samkvæmt hefur verðbólgan áhrif víða. Hún hefur áhrif á húsnæðislánin, á matarinkaupin, eldsneytisverð og flugfargjöld og þannig mætti áfram telja. Seðlabankastjóri hefur áhyggjur af því að fyrirtæki muni nýta sér þessa stöðu. Þegar verðbólga komið á þetta stig þá tekur enginn eftir því þó að einstaklega fyrirtæki hækki verð, þannig að það skapa svona freistnivanda og samkeppni minnki. Það er áhrif á verðbólgu, hún er unni eyðileggur samkeppnina. Katrín Ólafsdóttir, þetta meiri hækkun en búist var við. Hún réttlætanleg? Það fer aðeins eftir frá hvaða sjónarhorni þú ert að horfa vegna þess að hluta til hún réttlætanleg vegna þess að það má búast við að hún slái á þessi hækkun slái á hækkun húsnæðisverðs og innlenda þenslu. Hins vegar gerir hún ekki mikið gagnvart hækkun á hrávöruverði og þeirri verðbólgu sem kemur erlendis frá. Að miðað við þessi orð seðlabankastjóra sem hann hefur verið að segja í dag, að þá þetta langt í frá að vera endapunkturinn. Það gert ráð fyrir að Seðlabankinn gerir ráð fyrir að verðbólgan hækki ennþá frekar og þá til þess að halda í við, þó það var ekki að halda í við aðhaldsstig peningastefnunnar, þá þarf frekari vaxtahækkana við. Og þú heldur að það sú staða blasi við? Það held ég að blasi við með það að verðbólguhorfur hafa farið versnandi og gera það áfram. En til hvaða við þessar aðstæður gætu í rauninu verið stjórnvöld gripið til? Ég held að sé mjög mikilvægt núna þegar að horfa allavega fram á haustið að við erum að sjá það að það mikil verðhækkun og það ekki, þetta mjög almenn verðhækkun. Það helmingur undirliða vísitölu neysluverðs að hækka meira en 2,5% sem bara mjög almenn verðhækkun. Þannig að þá held ég að stjórnvöld þurfa að huga því að passa upp á kaupmátt heimilanna, sérstaklega það sem að tekjur eru lægri og þurfi þá íhuga einhvers konar sértækar aðgerðir gagnvart þessum heimilum. Ég ætla að biðja að hingra aðeins á meðan við hlustum á næstu frétt. Því áður en við förum lengra þá ætlum við að heyra hvað vinnumarkaðurinn segir þessa hækkun. Þetta augljóslega bara stríðsyfirlýsing, ekkert annað og ég held að fara að styttast í það að verkalýðshreyfingin fara að boða til mótmæla fyrir utan Seðlabankann.
Hann segir að ákvörðunin sé bæði óskiljanleg og óverjanleg og kallar eftir svörum. Nú þarf Seðlabankinn að svara okkur því af hverju þetta eini Seðlabankinn í Evrópu eða þótt víða væri leitað sem að hækka vexti í þeim aðstæðum sem nú eru út af stríðsástandinu í Úkraínu, heimsfaraldrinum og svo framvegis. Samtök iðnaðarins taka ekki eins djúpt í árina því hækkanirnar hafi verið fyrirsíðar. Hækkun núna var viðbúin. 7,2% verðbólga merki óstöðuleika. Það ekki það sem að fyrirtækin okkar vilja í iðnaðinum eða fyrirtæki almennt og alls ekki það sem að heimilin vilja. Það þarf að taka á þessu vandamáli. Ljóst sé að hækkanirnar muni ekki draga úr húsnæðisvandanum. Við erum með vaxandi fjölda íbúða í byggingu og væntanlega aukið framboð af íbúðum að koma inn á markaðinn næstunni. En það ekki nægilegt til þess að mæta þeirri þörf sem áætluð Og þess vegna svona allavega myndin blasir þannig við okkur að við sjáum áframandi hækkanir á þeim markaði. VR hyggst bregðast við af fullum þunga. Nú förum við bara í verkalýðshreyfinguna að reikna út kostnaðinn við þessar vaxtahækkanir á okkar félagsfólk, hvað þetta kostar okkur, bæði í auknu og hækkandi verðlagi og auknum álögum á kostnað heimilanna. Við munum reikna þetta út og við munum gera sérstakt álag ofan á kröfugerðina okkar sem nemur þessari vaxtahækkun Seðlabankans í morgun. Og við munum síðan auka það álag eftir sem Seðlabankinn hækkar meira. Það alveg á hreinu. Katrín, miðað við þessi orð Ragnars Þórs að þá hann talar stríðsyfirlýsingar að þá stefnir í mjög harðar kjaradeilur í haust. Hvernig spilar þetta ástand í rauninni inn í þær? Það náttúrulega verið að hækka vexti til þess að stemma stigu við verðbólgunni og verðbólgan er náttúrulega mjög dýr og getur verið mjög erfið fyrir mörg heimili þannig að það alveg eðlilegt að bregðast við verðbólgunni en það þarf að gera meira og eins og segi það ríkisstjórnin eða stjórnvöld þarf að bregðast við með kannski meiri sértækar aðgerðum gagnvart þeim sem eru kannski standa að vera vígi og það sem matvælaverð hækkandi að því sé mætt þá einhvern hátt. Hins vegar nefndi hann að önnur lönd hafi ekki verið að hækka vexti, það var verið að tilkynna bara rétt í þessu að Bandaríkin var að hækka 0,5% og það gríðarlega há hækkun miðað við Bandaríkin. Já. Þannig að þetta að gerast bara, ekki bara hér á Íslandi heldur við annars staðar líka. Sjáum það bara þessa daga næstu dag hvernig þetta allt fer. Katrín Ólafsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Og við höfum ekki alveg sagt skilið við vaxtahækkunina því við spurðum fólk á förnum vegi hvernig vaxtahækkunin kemur við það. Og fylgist þú með þróun stýrivaxta? Nei, ég heyri náttúrulega fréttirnar en ég set mig ekki djúpt í það. Já, og var náttúrulega verið við þessa 1% hækkun í dag. Fylgist þú með þróun stýrivaxta? Nei. En hefur þú fundið fyrir einhverju verðhækkunum? Já, í matvöru. Ég sé það miklar verðhækkanir á timbri og því líku. Fylgist þú með þróun stýrivaxta? Já. Og hefur þú fundið fyrir verðhækkunum? Nei, ekki svona nýlega. Ég var núna í bónus þannig að það hefur hækkað svolítið síðan ég var hérna senast af því að ég ekki á hverjum degi. Hefur þú fundið fyrir miklum verðhækkunum? Já, svona dálítið. Hvernig þá? Ég finnst bara yfirleitt vörur hafa hækkað. Fylgist þú með stýrivöxtum Seðlabankans? Já, eitthvað. Aðeins. Ekki neitt. Hefur þú tekið eftir því að hlutir hafi hækkað í verði? Bara allt í rauninni. Evrópusambandið stefnir á að hætta að kaupa olíu af Rússum fyrir árslok. Þetta eru hörðustu viðskiptaþvinganir sambandsins gegn Rússum til þessa. Óvissa hvort samstaða náist þessar aðgerðir. Today we are presenting our 6th package of sanctions. Evrópusambandið hefur reglulega sett þvinganir á Rússa frá því að innrásin hófst. Hluti þeirra sem nú eru lagðar til kunnulegt stef. 3 rússneskir bankar til viðbótar eru reknir úr SWIFT fjármálakerfinu og 3 ríkisreknar útvarpsstöðvar fá ekki að senda út innan sambandsins. En hörðust aðgerðirnar snúa að olíunni. It will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be
Bannið á að taka gildi í lok þessa árs, samt ekki hjá öllum. Innflutningur á rússneskri olíu til Evrópu töluverður, eins og sést á þessum fjölda skipa í höfninni í Rotterdam í Hollandi í vikunni. Ungverjaland og Slóvakía flytja mest inn hlutfallslega og því fá þau 1 ár aukalega til að hætta þessum olíuviðskiptum. Ungverjar hafa þegar lýst yfir að þau styðji ekki bannið í þessu formi og það þarf samþykki allra ríkja til að það nái fram að ganga. Utanríkisráðherra Úkraínu lýsti því yfir í dag að þær þjóðir sem ekki styðji þetta bann séu samsekar Rússum. Ekkert minnst á gas í tillögum Evrópusambandsins, enda Evrópusambandslöndin langt frá því að ná samstöðu að hætta gasinnflutningi frá Rússlandi. Og þar afstaða Ungverja líka ljós. Jelenleg fizikailag lehetetlen. Tehát lehetetlen az Oroszországból származó kőolaj nélkül működtetni Magyarországot, a magyar gazdaságot. Kiana Sue Power, bandarískur áhrifavaldur sem búsett hefur verið á Íslandi með hléum í 3 ár, á þó ósk heitast að fá að búa hér á landi. Kærunefnd útlendingamála hefur gefið henni 30 daga til að yfirgefa landið. Hún heldur í þá von að Vinnumálastofnun veiti henni atvinnuleyfi. Kiana kom fyrst til Ísland sem námsmaður. Hún með íslenska kennitölu og hefur stofnað fyrirtæki hér á landi. Hún með 30.000 fylgjendur á Instagram og 40.000 manns fylgja henni á TikTok. Áhrifavaldurinn Kiana kynnir Ísland á netinu. Hún hefur meðal annars unnið fyrir íslensk útivistarfatnaðarfyrirtæki, fyrirtæki í ferðaþjónustu og fleiri. I'm completely shocked. I don't really know how to feel. It's definitely not a happy feeling. I'm definitely pretty sad and, a little bit panicking. Kiana sótti dvalarleyfi vegna starf sem krefst sérfræðiþekkingar, en Útlendingastofnun hafnaði umsókninni. Powers kærði niðurstöðuna til kærunefndar útlendingamála. Niðurstaðan þar var neikvæð. Samhliða umsókn sinni dvalarleyfi sótti fyrirtæki hennar tímabundið atvinnuleyfi. Vinnumálastofnun synjaði þeirri umsókn. Sú ákvörðun var kærð til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins. Just the same as if you were told to leave the country, even though I'm from another country, Iceland is just as much my home as it is yours. I have a company here, I have an apartment here, and all of my friends who I would consider family, and all of my just business and life is here. Kaldhæðnislegt að fá þessar kveðjur frá Íslandi sem henni svo kært, segir Kiana. Hún elur þó enn von í brjóstum að hún geti áfram búið hér á landi og að atvinnuleyfið fáist. Then to, just be getting some terrible news from them, it definitely stings. As much as I want to be here, it just seems that they want me out. Mótmæli hafa haldið áfram víða Bandaríkin vegna draga að meirihluta áliti Hæstaréttar að afnema rétt kvenna til þungunarrofs. Þingkonan demókrata segir að þetta sé afrakstur af áralöngu samsæri innan repúblikana. Drög að áliti Hæstaréttar sem Politico birti í fyrrakvöld gefa til kynna að meirihluti réttarins ætlar að snúa 50 ára gömlu dómafordæmi sem heimilar konum að fara í þungunarrof. Mótmælt hefur verið víða Bandaríkin í dag. Þingkona demókrata kennir repúblikunum þessa stöðu. They have been out there plotting, carefully cultivating these Supreme Court justices so they could have a majority on the bench who would accomplish something that the majority of Americans do not want. En það heyrist líka í þeim sem eru sammála Hæstarétti. Roe versus Wade created an erroneous right to abortion that has no standing in the United States Constitution. At Illinois Right to Life, we believe that the leak of the draft ruling on Monday, May 2nd was an egregious act that threatens the function of the High Court. Áhyggjur eru uppi að þetta hafi mest áhrif á þær konur sem verst standa og þurfa að leita annað eftir þungunarrofi. The women who are going to be able to travel and have financial means to go to other facilities, it won't affect them because they can do that. It's going to affect, which is our majority, the women who cannot do that. The women who don't have the financial means to do that. Ríkisstjóri Oklahoma hefur tilkynnt að reglur þungunarrof verði hertar þar. En starfsbróðir hans í Pennsylvania á annarri skoðun og hefur ekki gefist upp. Abortion access in Pennsylvania will remain legal and safe as long as I am governor. Marka þarf skýra stefnu og setja markmið í ferðamálum í Suðurnesjabæ og aðstoða ungt fólk sem stofnar fyrirtæki með tímabundnum ívilnunum. Þetta með þess sem íbúar þar vilja sjá í kosningunum eftir 10 daga.
Sandgerðisbær og sveitarfélagi Garður sameinuðust í eitt sveitarfélag á Reykjanesskaga Suðurnesjabæ í júní 2018 eftir að sameining hafði verið samþykkt í kosningum. 3.760 manns búa í Suðurnesjabæ en þeir voru 3.400 fyrir 4 árum. Fjölbreytt þjónusta í sveitarfélaginu og eftirspurn eftir íbúðalóðum hefur aukist jafnt og þétt. 2 sundlaugar og íþróttamiðstöðvar eru í sveitarfélaginu en fólk í knattspyrnu kallar eftir betri aðstöðu. Það myndi halda uppbygging á gervigrasvelli fyrir vetraraðstöðu fyrir knattspyrnuna, Reynivíði og með kannski möguleika á yfirbyggingu til framtíðar fyrir fleiri íþróttir. Ég held að það sé svona það sem brennur á íbúðunum og félagunum sko. Flugvöllurinn tilheyrir Suðurnesjabæ og ferðaþjónustunni hefur vaxið fiskur hrygg. Byggðasafnið opnað á ný 1. maí og þangað liggur stöðugur straumur ferðamanna. Bara hingað á Garðskaga koma þúsundir af ferðamönnum, bæði íslenskum og erlendum og þetta náttúrulega einstakt svæði sem býður upp á svo mikið og ég held að það myndi bara gera atvinnumálum hérna í Suðurnesjabæ mjög gott að marka stefnu og setja markmið, hvað viljum við? Krafa heilsugæslu og fleiri atvinnutækifæri. Á Garðskagavita opnuðu 2 pör, annað frá Suðurnesjum og hitt frá Spáni, nýlega veitingastað El Faro, innan veggja Lighthouse Inn hótelsins sem margir telja mikla lyftistöng fyrir sveitarfélagið. Ég myndi segja að það geti verið mjög sterkt fyrir sveitarfélagið að geta veitt nýjum fyrirtækjum einhverja ívilnanir, til dæmis lækka skatta tímabundið eða veitt tímabundin afslátt af fasteignagjöldum eða eitthvað álíka. Jenny segir sveitarfélagi þannig geta lagt sitt af mörkum, víða vanti fólk til vinnu og sóknarfærin liggi víða. Jæja, Bergsteinn Sigurðsson, hvað í kastljósinu í kvöld? Nei eða já? Þegar stórt spurt en sveitarstjórnarkosningarnar eiga sviðið í þætti kvöldsins og þar ætla þau Jakob Birgisson og Vigdís Hafliðadóttir að spyrja frambjóðendur út í stóru málin og þá kom einmitt bara 2 svör til greina, já eða nei. Við höldum líka áfram umfjöllun okkar helstu málaflokka og verkefni sveitarfélaga og í kvöldu komið að umhverfismálum sem teygja anga sína víða. Takk fyrir það, Bergsteinn Sigurðsson og Kastljós kvöldsins. En hjálmum pryddur og mikið til neongrænn hópur lagði hjólandi af stað úr Laugardalnum í Reykjavík í morgun, staðráðinn í að hjóla sem flesta kílómetra á næstu 3 vikum. Atvinnu hjólreiðamaður hvetur fólk til þess að taka með sér hafrastykki og jafnvel sælgætismola í hjólatúrin og ekki sé verra að detta í nokkrar teygjur á leiðarenda. 4, 3, 2, 1. Auk heilsubótar og bensínsparnaðar mikill ávinningur fyrir umhverfið af því að hjóla. Við erum að fjarlægja bílinn á götunni þegar við hjólum. Það loftslagsávinningur og því að sjálfsögðu. Þetta partur af orkuskiptunum og síðan það svifryki sem heilmikið heilsumál og umhverfismál á sama tíma. Atvinnufólk í hjólreiðum mælir ekki með því að hjóla langt á fastandi maga. Það skiptir bara öllu máli að vera með orku í maganum ef maður ætlar að hjóla einhverja vegalengdir. Tekurðu nesti? Já, ég alltaf með eitthvað í ösunum. Ég alltaf með eitthvað gott. Orkugelið eitthvað svoleiðis og stundum maður með svona hafrastykki einhver. Og þegar ég að hjóla á Spáni í æfingaferð, þá ég með góðan poka Haribo gúmmíi. Það klikkar ekki. Að hjólatúr loknum mælir Ingvar með því að teygja. Þarna að teygja framan á lærinu? Já, það er mikilvægt að það þarf að passa upp á allar þessi teygju, sko. Já. Þessi hérna heldur gott. Já. Svona. Þetta ákveðin jafnvægiskunst. Já, hjólreiðar eru nú jafnvægis íþrótt. Þannig að það er gott að vera með þetta allur hreinu, sko. Þessa teygju getur maður í rauninni gert á ferð ef maður nógu góður á hjóli. En ég ætla samt ekki ég ætla ekki að segjast kunna það sjálfur, sko. Ég hef heyrt að það virki. Hönnunarmars hefst í dag en hátíðin hefur ekki verið haldin með hefðbundnu sniði í 2 ár vegna faraldursins. Opnunarhátíðin í gangi og Ólöf Rún Skúladóttir fréttamaður í hringuðu hönnunardaga á Hafnartorgi, ekki satt? Jú, það líf og fjör í miðborginni, hönnunarmars nýhafinn, þótt komið sér maí og það svona smá hreyfing af fólkinu hérna, enda veitir ekki af, svolítið svalt. Hjá okkur Þóri Einarsdóttir sem búin að skipuleggja öll herlegheitin. Hvers vegna eigum við að fara á hönnunarmars?
Fólk á að koma Hönnunarmars af því að því gefst einstakt tækifæri að fá innsýn inn í spennandi og áhugaverð störf hönnuða og sjá líka hvernig bara arkitektúr og hönnun hefur áhrif á allt okkar líf og svo það bara svo skemmtilegt. Það þarf kannski ekki að skoða allt, þetta eru gífurlega margir viðburðir, við getum valið, þið erum með einhverja leiðsögn til að sýna okkur hvað við eigum að skoða. Það alveg hárrétt ekki á þér, þetta náttúrulega svolítið yfirgripsmikið, 100 frábærar sýningar og 200 viðburðir, þannig að við erum búin að vanda okkur og setjum á heimasíðuna okkar góða leiðbeiningar hvernig hægt að leita að viðburðum og það til dæmis fyrir fróðleiksfúsa, þeir sem hafa áhuga á tísku, matarunnendur, umhverfið og arkitektúr, þannig ég hvet alla til að fara á heimasíðuna okkar og fá leiðsögn þar. Það nefnilega það. Þannig að við ættum bara öll að skella okkur í bæinn og í nágrannafélögin og skoða þennan mars sem fer fram í maí. Takk fyrir það, Ólöf Rún Skúladóttir á Hafnartorgi. En þá það veður. Það rólegt veður í kvöld og í nótt og víða það rólegt, næturfrost, suðaustlæg 8-5 til 13 metrar á sekúndu á morgun en vestlæg eða breytileg 8 seinnipartinn. Áfram verður frekar svalt hjá okkur með úrkomu í flestum landshlutum en lengst af þurrt norðaustanlands. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Undanúrslit Olísdeildar karla í handbolta halda áfram í dag þegar IBVF og Haukar mætast í annarri viðureign liðanna. Sveindís Jane Jónsdóttir og liðsfélagar hennar í Wolfsburg gátu færst skrefi nær Þýskalandsmeistaratitlinum þegar þær mættu Essen í dag. Og treyjan sem Diego Maradona klæddist þegar hann skoraði með hendi Guðs seldist á háu verði á uppboði í dag. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Seðlabankastjóri óttast að verðbólga haldi áfram að aukast á komandi mánuðum og að kjarasamningar kyndi bálið enn frekar. Stýrivextir voru hækkaðir 1% í morgun. Evrópusambandið vill banna innflutning á olíu frá Rússlandi í lok þessa árs. Eitt ríkja sambandsins hefur þegar lýst sig andsnúið því. Úkraínumenn segja ríkið með þá afstöðu samsök Rússum í stríðsrekstri. Bandarískur áhrifavaldur sem kynnir Ísland og með 20.000 fylgjenda vonast til að fá atvinnuleyfi þótt henni hafi verið vísað úr landi. Hún á það ósk heitast að búa áfram á Íslandi. Ef þungunarrof í Bandaríkjunum verður nánast bannað það líklegast til að koma verst niður á fátækari konum. Þingkona demókrata sakar repúblikana samsæri. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is en næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við segjum þetta gott í bili, verið sæl.